Sæl. Ég heiti Höskuldur og vinn sem samgönguverkfræðingur á borginni og með umferðarmál og ég ætla að spjalla um rafhjól. Umræða mín hérna fer mest út frá tilraunaverkefni sem við erum búin að vera með í borginni, þar sem við byrjum árið 2018 með það að bjóða fólki að fá lánuð rafhjól og prófa að nota það í 4-6 vikur og sjá hvaða áhrif það hefði. Hvort að það til að lána rafhjól gæti haft áhrif á ferðahegðun þeirra til skamms og langs tíma og hvað þarfir hefðu notendur rafhjóla og hvernig væri hægt að auka öryggi þeirra. Ástæða fyrir þessu að við vitum að eins gaman að hjóla þá er líka ákveðnar áskoranir að hjóla í Reykjavík. Fyrir sumum okkar þá eru það langar vegalengdir, það getur verið vindur og fyrir okkur sem búum í úthverfinu þá þurfum að hjóla upp taka upp mikla hæðarhækkun. Sem hljómar svona nokkuð lógískt til að hafa áhrif að passa vel við styrki rafhjóla. En allavega, við keyrðum þetta verkefni árið 2018. Það gekk það vel að það var ákveðið að endurtaka það sumarið 2019 og svo fórum við í vorverkefni 2021 þar sem var meira miðað af starfsmönnum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Og í dag ætla ég í rauninni bara að tala sumarverkefni 2. Sem sagt, við lánum út hjól í 5-6 vikur gegn því að fólk ætla að hjóla til og frá vinnu og við tókum nokkuð vítt tímabil, við byrjum í apríl og við endum í nóvember þar sem við komum með vetraraðstæður. Við fengum, fyrsta sumarið þá höfðum við 125 pláss og ég var með backup-plan hvað ég myndi gera ef ég fengi ekki nógu margar umsóknir í þessi 125 pláss. Ég fekk 1017 umsóknir. Samtals á 2 árum fengum við tæplega 2300 umsóknir og það sem kom skemmtilega óvart að umsóknirnar 2019, það voru að mestu leyti ekki þeir sem höfðu sótt árið áður, það voru 9 einstaklingar. Í heildina urðu þetta 242 þátttakendur sem þurftu að fylla í 3 vefkannanir, eða fyrsta lagi þurftu þeir að fylla í umsóknina, þar sem við spurðum aðeins hvernig þau ferðast og svona. Svo þurftu að fylla í vefkönnun áður töku hjólið, svona nánar út í hvernig þau ferðast og af hverju, hvað hefur áhrif á það. 1 til 2 mánuðum eftir fylltu þau í vefkönnun, þar sem við fjöllum hvernig virkuðu hjólin og hvernig ferðuðust þau meðan og eftir á og svo árið seinna til að reyna að komast að því, er þetta bara eitthvað sem er hipp og kúl akkurat með þau með hjólin eða náum við einhverjum langtíma áhrifum. Aðeins áhuginn er mjög augljóslega til staðar, eins og við sáum í fjölda umsókna og hérna er ég búin að setja upp í rauninni hvað margar umsóknar á hverja 1000 íbúa í borginni og við sjáum að við erum að ná það sem gráu súlurnar eru sett allir og appelsínugulur eru karlmenn og rauður eru kvenmenn og við sjáum að við erum rosalega mikið að ná til svona fullorðna hópsins í rauninni, bara frá 26-30 ára og alveg upp til 60 ára, svo lækkar það aðeins. Hugsanlega því að það var skilyrði að þú myndir hjóla til og frá vinnu og fólk náttúrulega fer á eftirlaun. Annað mjög athyglisvert var að við fengum miklu fleiri umsóknir frá kvenfólki en karlmönnum. Við fengum maður hefði líka getað ímyndað sér að fólk myndi finnast að óhugnanlegt að ætla að hjóla alla leiðina frá Grafavogi og þessar lengri vegalengdir. En við fengum nokkuð jafnt frá öllum borgarhlutunum í Reykjavík nema Breiðholti. Þeir voru töluvert lægri og augljóslega frá Kjalarnesi líka. Það sem var áhugavert, það var náttúrulega sett mjög skýrt, þú varst að vera íbúi í Reykjavík til að fá hjól. Samt fengum við töluvert umsóknum úr nágrannasveitarfélögunum, oft á góðum rökstuðningi að þau vinni í Reykjavík eða langar að prófa og ýmislegt svona. En augljóslega nokkru miklu færri af því að við erum búin að segja að þið fáið ekki hjól. En það kannski skilaboð til annarra sveitarfélaga að það potentialin er þarna í þeim. Af því að ég elska tölfræði og mér gaman að grafa í hvernig fólk hegðar sér, þá náttúrulega nota ég tækifæri til að reyna að komast meira að því hvernig fólk ferðast. Þannig við vorum að spyrja fólk út í hvaða faramóta það nota til og frá vinnu, annars vera sumri til og vetri til, hvað aðal faramótið er að þeirri upplifun. Skipt eftir borgarhlutum og ef við byrjum að horfa á sumarmegin, er ekki með einhvern leysir hérna, eða slekkja öllu þá.
Ok, ég verð bara að reyna að lýsa þessu. Þá bakliturinn lýsir rauninni hve stórt hlutfall telur einkabíl eða bifhjól vera aðal ferðamáta sinn. Og sumrin þá er þetta aðeins grænara í vesturhluta borgarinnar, aðeins rauðara, aðeins hærra hlutfall einkabíl í úthverfunum. Og svo sýna kökurnar meira nákvæmlega hversu hátt hlutfall svara notaði fyrst og fremst mismunandi fararmáta. Og kemur kannski ekki óvart að sumri til að það hærra hlutfall sem nota einkabílinn í úthverfunum en næst, enda vegalengdir 80 minni. Og að vetri til sáum við að bíllinn tók yfir eða meira og minnkaði sem notaði virka fararmáta. Og þarf væntanlega ekki að segja að veður og fleira spilar þar inn í. Við skoðum líka aðeins gróflega hvað var aðal fararmátinn, hve hátt hlutfall taldi einkabílinn vera aðal fararmáta sinn, háði hvað langt til og frá vinnu. Og þá sjáum við til dæmis að ef það var 1-2 km til vinnu, þá græna línan að sumri til cirka 30% sem sagði að notu einkabílinn sem aðal fararmáta og svo þarna eitthvað í kringu 50% sem notaði einkabílinn að vetri til. Að þessu vildi ég kannski draga fram að hvað það rosalega hátt hlutfall sem notar einkabílinn fyrir þó að sé mjög stutt til og frá vinnu. Getur verið ýmsar ástæður fyrir því, en það hugsanlega tækifæri þar fyrir okkur. Fyrir gangandi, sambærilegt, það bil helmingur sem gengur til og frá vinnu ef að það minni en 1 kilometri og svo lækkar það eftir sem lengra af nokkuð augljósum ástæðum. Og fyrir hjólandi þá fáum við svona fleiri sem hjóla eða stuttavegalendir en svo minnkar en helst samt nokkuð langt. Það eru margir sem hjóla tiltölulega langar leiðir. En það sem ég langar kannski að draga fram hérna hvað gríðarlega munur milli sumars og veturs. Uppundir og yfir 20% töldu við að nota hjól að sumri til 1-2 km meðan fjallniður kannski nær 10% að vetri til. Þannig ef við getum fengið fólk til að hjóla lengra inn á veturinn eða haustin eða vorin, þá hugsanlega tækifæri. Þetta fólk sem hjólar en það leggur ekki í vetraðstæðunar eða veðuraðstæður eða hvað sem kann að vera líka bæki. Ok, þá skulum við fara aðeins nær rafhjólum. Við spurðum út í hvað væri mikilvægasti þátturinn fyrir val á fararmáta, notabene ein af mörgum spurningum. Ef fólk þurfti að velja einn þátt, þá var ferðatími með 29%, sveigjanleiki, bíllinn þarna þegar henda mér eða hjólið eða almennsangur eða hvað sem það var 18%, stress eða álag við að sækja og skutla börnum og hversu þægilegt það að ferðast, 10% hvort og veður 8%. Þessi 5 þættir var valið hjá 75% af fólki. Það skapar vissar áskoranir fyrir ykkur því að margir þessi þáttum hefur bíllinn forskot. Hann sveigjanlegur, hann hentur í veðri að vera krakkarlega með. Þannig að við þurfum virkilega að leggja okkur fram til að gera aðra valkosti meira spennandi valkost. Og þá við spurning hvernig rafhjóli fellur þar inn í. Spurt var drægni hjóla og nú var þetta bara venjulega rafhjól, þetta var einhver super-duper græjur, þó séu góðar. Og drægni var ekki vandamál, eins og sést þarna. Græni liturinn eða dökkgræni að drægni var ekkert vandamál og svo verða við í rautt, það sem var stórt vandamál. Þannig að þau virðast ná nógu langt fyrir fólki. Við spurðum líka út í hversu langa ferðir það virkaði. Til að rafhjól hendi. Og það kannski mikilvægt það að jafnvel þó við komin langar ferðir upp undir 10 km, þá taldi mikill meirihluti að rafhjóli hentaði, sem hljóma mjög vel með tilliti hvað fjarlægin frá stærstu vinnustaðasvæðum Reykjavíkurborgar út í úthverfin og út í nágrannsveitarfélögin. Spurðum aðeins út í eiginleika rafhjóla, og ætla ég að sjá hvort þetta sé nú stór texti, kannski ekki. Efsta línan þarna í rauninni var spurt út í hvort að það væri meiri eða minni hindrun á rafhjóli samanborið við venjulegt hjól. Og þá efsta línan hálka og augljóslega grænt að það sé betra á rafhjóli og rautt að það sé verra. Og það var jákvætt að heyra að fólk upplifði ekki að rafhjóli vera verri heldur mjög svipað í rauninni. Lágt hitastiga næsta lína, tiltölulega jákvætt gagnvart rafhjólin. Jafnvel þó að rafhjóli kannski vinni ekki beint á móti
hitastiginu eða kuldanum, en þá getur kannski aðlaði betur klæðnað eða eitthvað, eða ef að vindurinn ekki fyrir þá það ekki eins stórt vandamál. Næsta línan vindur og þar töldu mikill meiri hluti að það væri miklu auðveldara á rafhjóli samanborið venjulegt. Og svo neðst svo rigning. Af hverju rigning betur á rafhjólum? Það góð spurning. Maður getur reynt að giska eða velta fyrir sér að eins og ég segi að ef þú búin að taka burtu vindinn og áreynsluna þá svitnar ekki, þá getur þú klætt í betri föt eða eitthvað, eða bara það að regni sé ekki svo mikið vandamál ef þú þarft ekki að reyna á þig. Þannig að hjólin virðist koma vel út gagnvart veður sem aftur var einn af mikilvægustu þáttunum. Næsta lína meira í rauninni að heilsuáhrifum. Og þar upplifir fólk að það minni hreyfing á rafhjólum og þar leiðandi minni heilsuáhrif samanborið ef þú værir að hjóla. Áreynsla miklu minni, það þriðja línan, en þægindin miklu meiri sem næst neðsta. Og svo sturtuþörfin minnkar mjög mikið. Vekur áhugaverða pælingu, heilsuáhrifin minna því að hjóla rafhjóli. En í rauninni þá þetta ekki spurning þessa einstaklinga hvort hjóla rafhjóli eða venjuhjóli, það spurning hvort á rafhjóli eða hvort keyra bíl. Og augljóslega töluvert heilsusamlegra að vera rafhjóli en að keyra bíl. Allavega í flestu tilfellum. Og svo síðasta myndin, það samspil við aðra vegfarendur. Það kom út upplifir fólk sem nokkuð svipað. Vindur var miklu betra rafhjóli. Að hjóla langar en ekki brattar brekkur var miklu betur rafhjóli og sama að hjóla stuttar en brattar brekkur var miklu betur rafhjóli. Hröðuneiginleikar miklu betri, þetta þriðja næsta línan, og möguleiki til að halda hærri hraða miklu betri og umferðaröryggi var svona nokkuð svipað. Sumir aðeins betra, sumir verra. Þannig að almennt styrkirnir vera mjög miklir gagnvart veðurþáttum. Og afsakið að textin var minni en ég bjóst við. Hvað upplifist sem hindrun fyrir að hjóla? Við erum alls konar ýmislega sem stoppar frá því að nota mismunandi faramáta, sumir raunveruleg hindrun, sumt sem í hausnum á okkur. Og þá þetta í rauninu úr tveimur könnunum, annars vegar hvað hindrar á venjulegu hjóli og hins vegar rafhjóli. Efstu þrír þættinir, hálka, snjór og get ekki treyst í að búa riðja og hálku verið alla leiðina. Því miður hjálpar rafhjól okkur ekki þar, heldur við sem vinna hjá sveitarfélögum verðum að reyna að vinna með þessa þætti. Vindur fór frá því að vera töluvert stór hindrun yfir í töluvert minni. Rigning sama og bratta brekkur en ekki svo langar, það hverfur hérna nánast, það þriðja efsta undirstrikaða. Lausamögulega á hjólastíg og götum, engin stærri breyting, og langur ferðatími lækkar, sturtuþörf lækkar. Svo koma ýmsir þættir sem stundum aðeins meira, stundum minna, og neðst svo langa brekkur, ekki svo brattar, og það fellur. Þannig að rafhjóli vinnur á móti hvað að sér langt á faramátan og það auðveldar okkur upp brekkurnar og vindinn, sem aftur tengist við hvað þættir voru mikilvægir til að fá okkur til að hjóla. Ferðatími var mikilvægasti þátturinn fyrir valið. Og við spurðum fólk eftir að tók þátt hvernig það hefði upplifað ferðatíman samanborið upp í fyrri faramáta. Og þetta voru fólk sem var almennt notaði bíl, þannig að þetta basically samanburð á rafhjóli með að nota einkabílinn. 3,3% sögðu að það vissi það ekki. 16% af ferðatíma var styttri á rafhjóli. Einhver nefndi að hann hjóla fram hjá röðunum á háannatíma, þannig að þegar maður gera það þá sér maður af hverju. 35% af ferðatíma var svipar á rafhjóli. Sett helmingurinn svaraði að ferðatími var svipar eða styttri en á einkabílum á rafhjóli. 20% af ferðatíma var lengri á rafhjóli en ásættilegur og rúmlega 20% af ferðatíma var lengri en aðri kosti veg upp lengri ferðatíma. Aðeins 4,3% var of langur. Sem sagt, 3,3% veit ekki, rúmlega 4% var of langur, restin fannst ferðatíminn bara fínn á rafhjóli. Svo setti ég upp líka myndir fyrir skipti upp eftir kvenmönnum og karlmönnum og sjálf þeir ekkert sérstakt að taka upp þar, en smávægilegur munur. Ég talaði áðan að það tækifæri í að ef við getum lengt hjólatímabilið. Og ég þurfti að skipta þessum myndum upp af því að
í 2019 og 2018 þá var þessi spurning í mismunandi könnunum, þannig ég get ekki leyft mér að blanda þeim alveg saman. En það var spurt myndirnar vinstra megin, tel ég að rafhjól geti kleift mér að byrja að hjóla fyrr á vorin, og þá má sjá að meirihluti var sammála því að þú kannst byrja fyrr að hjóla. Og seinni spurningin hægra megin, tel ég að rafhjól geti gert mér kleift að hjóla lengra inn á haustið, þar sé að lengt í þá áttina, og það sama þar að meirihluti svarar að þau telja. Þannig að það virðist vera tækifærið fyrir fólk til að halda lengur áfram. Og þegar ég skoðaði bara þá sem voru á vetratímabilinum, að þá voru það svipaða niðurstöðu, þannig að ekki bara það væri fólki sem var á sumrin sem hefði þessa skoðun. Breyttist ferðahegðunin við þátttöku. Fyrsta spurning, voru hjólin notuð eða voru þau sett inn í læst inn í geymslu? Helmingur svaraði að þau notuðu 4 daga í viku eða meira, og svo mikið annar fjöldi, eða töluvert fjöldi 2-3 daga í viku, þar sé að gula svæðið. Og svo voru náttúrulega einstakar sem notuðu sjaldnar og sjálfsögðu einstakar sem notuðu ekki neitt, af því að það var ýmislegt sem gat komið upp á. Út frá umhverfissjónarmið þá má velta fyrir sér, ef við hefðum, segjum sem svo að við hefðum látið alla fá hjólin og þetta hefði allt verið nýjar ferðir, þá má velta fyrir sér jákvæðum umhverfisáhrifum að því. Þannig að við spurðum hvers konar ferðir þetta voru, hvort það voru fyrst og fremst ferðir sem hefði farið á öðru faramáta, nýjar ferðir eða blanda. Græna það sem hefði verið 73%, þá voru þetta ferðir sem hefði verið farnar með öðrum faramáta. Appelsínugulasvæðið blanda af nýjum ferðum og með öðrum faramáta, og gráa svæðið að það voru fyrst og fremst nýjar ferðir. Þannig að við virtust vera fyrst og fremst að taka ferðir sem áður voru farnar á öðrum faramáta, yfirleitt bíl. Ok, nú fór ég aðeins undan mig því að þarna stendur að ferðin kom aðalega í staðinn fyrir bíl. Ok, en eins og nú í grunninn hef ég yfirleitt unnið við rannsóknir, þannig að mér svo gaman að grafa í tölfræði. Þannig að þá fór ég að spyrja hvers konar ferðir var að nota. Og þá í neðstu línunni þá það hversu oft notaðu rafhjólið fyrir ferð til og frá vinnu, og þar var mjög algengt að var notað oft í viku. En þó svo fólk var í færri ferðir í viku í útivist, þá voru að mæla að margir voru að nota hjólin í útivistaferðir og frístundir og tómstundir sérstaklega, og svo fyrir ýmsar aðrar ferðir. Þannig að hjólið voru ekki bara notuð til og frá vinnu, en það hvöttuðu fólk til að reyna að nota þau sem mest. En einhvers staðar var grunnmarkmiðið þessu verkefni var að sjá hvort við gætum fengið fólk til þess að breyta faramáta. Við sjáum að þau notuðu hjólið afsakið, og við vildum sjá líka hvort þetta hefði einhver áhrif til langs tíma. Þannig að þessi mynd sýnir í rauninni hlutfall þeirra sem tóku þátt, hvað faramáta þeir sögðust nota yfirleitt eða alltaf við. Og í upphafi þá var 0% sem sagði að þeir notuðu yfirleitt alltaf við rafhjólið, þar sé áður en þeir fengu hjólið, og tæplega 90% sögðu notu yfirleitt alltaf við bíl. Á lánstímabilinu, næsti dálkur grámarkarður, þá fjall notkunin niður í eitthvað í kringum 20%, þar sé hlutfallið sem sagði notu alltaf við bíl, eða yfirleitt. Hafa ber í huga að þetta var fólk sem var valið svolítið út frá því að það var virkilega háð bíl, það var aðal ferðamáta þeirra. Og á sama tíma fór hlutfallið upp í það bil helming sem sagðist nota yfirleitt alltaf við rafhjólinu. En svo klárast tímabilið, þú ert að skila hjólinu, þú átt ekki rafmagnshjól kostar peninga og svo framvegis, þannig að þá augljóslega get ekki allir haldið áfram að nota þau. Þannig að það jókst aftur notkun bílsins, en ekki jafn hátt. Lækkaði einhver cirka 10%, og cirka 10% héldu áfram að nota rafhjólið eftir þessa 1-2 mánuði eftir á sumrinu. Það sem kom kannski skemmtilega óvart var að þau héldu áfram að hjóla inn í veturinn og yfir veturinn. Og næsta sumar á eftir þá eykst aftur hlutfallið sem nota rafhjól. Það voru fleiri sem fóru út og keyptu sér rafhjól og fóru notað á bílinn fjall aftur. Þannig að þetta vissulega hafði mikil áhrif á ferðamáta fólks á tímabilinu, en það hélt áfram að hjóla, og það hélt áfram árið eftir, það voru langtíma áhrif. Og nú nagaði mig handaböggi að ég hafi ekki beðið að fá að gera könnun 1 ári seinna til að sjá hvort ég held áfram að aukast, en svona þetta snundum.
Spurt var hversu líklegt fólk var að nota faramáta, mismunandi faramáta til og frá vinnu eftir þátttöku. Það sem þeir sem eru hérna vinstra megin eru töldu vera miklu ólíklegri eða ólíklegri að nota faramátan, hægra megin líklegri eða miklu líklegri. Og það sem kannski helst draga að þessu og síðan línurnar ganga þetta vetri til, að sumri til, hjóla vetri og sumri til og áfram. Að fólk var sérstaklega mikið jákvætt fyrir að nota rafhjól að sumri og vetri til og frá vinnu og einnig hjól sérstaklega að sumri til. Og fólk taldi sig vera ólíklegra til að velja einkabílinn. Það var búin kynnast nýjum faramáta sem hafði samkeppnismöguleika í þessum þáttum sem við tölum í upphafi. Við skoðum líka hvort fólk hefði keypt sér hjól eða hvað það væri að hugsa, var það að skipuleggja að kaupa sér hjól eða ekki. Og beint eftir lánstímabilið þá voru þegar cirka 15% sem sögðu vera búin að kaupa sér rafreiðhjól og einhver cirka 15% viðbótar sem ekki búin að kaupa rafhjól en að leita sér að rafreiðhjóli. Tvær neðstu punktarnir. Og svo voru cirka 30% viðbótar sem voru ekki búin að kaupa rafreiðhjól en ætla að gera það í náinni framtíð. Einhver sem guli reiturinn að ætla að hjóla meira venjulegu hjóli og svo einhver sem höfðu ekki nein plön að kaupa sér rafhjól. Eftir árið seinna, núna minn rifja upp að það fólk byrja aftur að hjóla eftir næsta sumar og það jókst aftur. Það var fullt af nýju fólki búin að kaupa sér rafhjól og það var búið að aukast upp í cirka 35%. Og ekki bara voru fleiri búin að vera að kaupa sér rafhjól þá en höfðu áður sagt að þeir verða að leita sér rafhjóli, heldur það var komið viðbót sem að græna lína ítir þarna sem að var núna búin að vera í veturinn, hafði ekki hugsað sér að kaupa rafhjól en núna var það að leita sér rafhjóli. Þannig að þetta vissulega fékk fólk fékk tæki til að prófa meta faramátan og velja sér að kaupa hann. Eftir þáttöku, hvað finnst þér að Reykjavík lána út rafhjól? Boðið upp á nokkla mjög neikvætt, frekar neikvætt bæði og frekar jákvætt og mjög neikvætt. Nú fólki búin að fá rafreiðhjól þannig að það hefur enga von að fá aftur rafreiðhjól lánað. Þannig að en það voru eins og sést vægast sagt fólk var jákvætt gagnvart að Reykjavíkurborg væri í þessu verkefni. Svo, hvað niðurstöður okkar? Rafreiðhjólir passar nokkuð vel að þeim áskorunum sem við höfum í Reykjavík fyrir að hjóla. Það langa vegalengdir, vindur, veður, ferðatími og smell passar af þessum áskorunum. Með því að lána þið út þá tókst okkur að fá fólk til að prófa, fá að nota yfir tímabilið en kannski ennþá mikilvægt okkur tókst að fá fólk til að breyta faramáta í framtíðinni líka. Svo það, í grófum dráttum þá virkaði þetta konsept. Þetta var svona bil allt sem ég ætlaði að segja. Takk. Takk fyrir þetta. Eigum við einhverjar spurningar? Já, lengi og... Hæ, ég er ein af þeim sem að þú frelsaðir, algjörlega, fór úr því að vera bílatýpa í að fá rafhjól lánað í þessu verkefni, notaði það tvisvar á öllum þessu tímabili en er núna bara að taka mér launalaust frí í vinnunni til þess að vera aktivisti og vera með læti og tala allt og mikið á þessu málþingi. Ég skil að þetta hafi verið vísindarannsókn því að verið að safna tölfræði og það er æðislegt og nú er því verkefni einhvern veginn lokið en þarna er mjög greinilegt að 35% fóru og keyptu sér rafhjól sem að hlýtur að skila sér einhvern veginn í kostnaðar það dregur úr kostnaði fyrir Reykjavíkurborg að allt þetta fólk sé mögulega að skipta einhverjum bílaferðum út fyrir rafhjólaferðir hefur komið til tals að halda verkefninu áfram sem viðvarandi trúboð í rauninni? Það hefur að mér best veit ekki verið ekki ákvörðun. Hluta til af því að undirritaður á eftir að klára lokaskýrsluna úr rafistum. En væntanlega verður það skoðað í framhald af því. Þannig að gerir ráð fyrir því. En hver sú niðurstaða verður
get ég ekki sagt á þessum tíma. En eins og því við skoðum þetta vel, við sýndum að þetta virkaði, við notum vísindaleg vinnubrögð til þess. Það var svona svolítið hugsunin að við erum búin að búa til konsept sem virkar, eða búin að prófa konsept sem virkar, þannig að hver sem getur nýtt sér þetta konsept, sjálfur hvort það er vinnustaður eða önnur sveitafélög eða hvað sem Sæl, Harpa heiti ég Þórsdóttir. Mér langaði bara að velta, ég man ekki hvort það hefur komið fram í yfirlitinu yfir þegar við verðum að bera saman kosti og galla og svona varðandi hindranirnar, en bara varðandi innviðina, því nú eru rafmagnstölur dýrari heldur en önnur hjól. Og maður velti svona fyrir sér hvort að það geti verið hindrun að geyma rafmagnshjólin eins og þetta glæsilega hjól sem verður talað um aftur og aftur. Bara kom það eitthvað fram og var eitthvað spurt sérstaklega varðandi eitthvað svona erfiðleika með að geyma rafmagnslaupahjól versus kannski Núna sé ég eftir að hafa tekið út síðustu glæruna mína. En við spurðum rosalega mikið út í hvað við getum bætt fyrir þau. Og það var meðal annars geymslu áhrif og það var sérstaklega snjórekstur, hálkuvarnir, að sópa. Svona kannski fólk gleymir að hugsa hversu mikilvægt er fyrir til að fólk hjóli. Og stuðningur atvinnurekenda við það að nota rafhjól ekki bara til og frá vinnu, heldur líka fyrir vinnuferðir. Við oft erum að skjótast á bíl á einhverja fundi, það sem að ef maður tekur til tíman að bóka bílinn og sækja hann, borgi bílastæðigjöld og svoleiðis, að þá hefði maður jafnvel verið jafnsnöggur eða svipasnöggur á rafhjóli. Þannig að, en augljóslega er fólk sem er hrætt að hjólum sé stolið og það þarf góðar aðstæður til þess. Sæl, ég heiti Þorbjörg og er bæjarfulltrúi í Garðabæ. Ég er aðeins að velta fyrir mér, hvað kostaði þetta verkefni? Og hvað gerðu þið við hjólinn? Hjólinn, við í rauninni leigðum hjólinn frá hjólaverslun til þess að þau sæju umseysluna og viðhaldi ef eitthvað kom upp á. Konsept sem við vorum mjög glöð að hafa eftir á að þau ekki sjálf að vera að leysa ef eitthvað kom upp á hjólinn. Ég hef ekki kostnaðartölurnar, en það að náttúrulega skoða svona vel hver áhrifin eru, það er töluverð umsýsluskostnaður í þessu, en það náttúrulega skoða svona vel hver áhrifin eru, kostar okkur tíma í vinnu. En á móti kemur í staðinn getur við komið og sýnt að þetta virkar með vísindalegum máta. Hvað varð hjólinn? Þau í rauninni hjólaverslunin tók þau bara yfir, aftur náttúrulega, og þau seldu þau eftir á og voru held ég flest keypt af þáttakendum. Þetta er best veit. Takk.